Íslendingar mistu af iðnbyltingunni. Þeir höfðu náð sambærilegum lífskjörum og nágrannalöndin án þess að fullvirkja landið. En upphaf 21. aldar var annað en flesta hefði grunað. Árið 1995 hafði íslenska ríkisstjórnin stuðlað að offramleiðslu á rafmagni. En það var smjörfjall í landinu og það var kjötfjall og það var líka rafmagnsfjall. Og þá þurfti að koma þessu í verð og þá var búinn til bæklingurinn Lowest Energy Prices. Lowest Energy Prices lofar lágum launum og duglegu verkafólki sem tekur sér sjaldan veikindafrí. Hagstæðu skattaumhverfi og lágmarks umhverfiskröfum. Bæklingurinn lofar 30 terawattstundum af hreinni vatnsorku, án þess að skaða umhverfið. 75 megawatt, 150 megawatt og 80 til 100 megawatt. Samtals 150 megawatt. 255 megawatt. 70 og upp í á annað 100 megawatt. 90 megawatt af virkjun. 750 megawatt af vatnsaflsvirkjun. Samtals 760 gigawatt stundir á ári. En hvað þýða þessi orð? Hvað þýða 30 terawattstundir? Öll heimili pluss all fyrirtæki og smáiðnaður það innan við 3 terawattstundir. En þarna lofaði að hérna séu 30 til reiðu þá fyrir stórfyrirtæki. Ef við tökum allar árnar fyrir norðan, árnar fyrir austan og fyrir sunnan, fáum við aðeins 23 terawattstundir. Ef við stíplum helstu laxveiðiárnar, fer talan upp í 28 terawattstundir. En talan kæmist ekki upp í 30 nema með því að virkja Gullfoss. Og þetta kallað í bæklingnum og í öllum opinberum gögnum hagkvæmlega nýtanlegt án þess að skaða umhverfið. Lowest Energy Prices var sendur til einhverja harðsvíruðustu fyrirtækja í heimi. Fyrirtækja sem stóðu fyrir umsvifamikilli rányrkju, mannréttindabrotum og eyðileggingu á vistkerfum og vatnasviðum. Ríkið mun leggja fram yfir 3 milljarða króna vegna stóriðju á Bakka og meiri skattaívilnanir en áður, samkvæmt frumvarpi sem Steingrímur J. Sigfússon atvinnuvegaráðherra mælti fyrir á Alþingi í gærkvöld. Ráðherrann segir að ríkið verði búið að fá peningana til baka áður en framkvæmdum lýkur. Kristján Már Unnarsson segir frá. Núverandi ríkisstjórn hafnaði því á fyrstu starfsmánuðum sínum að endurnýja viljayfirlýsingu við Alcoa álver á Bakka. Kísilverksmiðja komst á dagskrá og fyrir 3 árum sagði Katrín Júlíusdóttir, þáverandi iðnaðarráðherra, að Þingeyingar getur farið að búa samfélagið undir stóra atvinnuuppbyggingu. Iðnaðarlóðin hér á Bakka, hún stendur enn auð og óhreyfð. En það ljóst að margan Þingeyingin farið að lengi eftir því að hér fari eitthvað að gerast. Til að greiða fyrir samningum við þýska félagið PCC kísilver hefur atvinnuvegaráðherra nú lagt frumvarp fyrir Alþingi sem feli í sér meiri skattaívilnanir en gildandi lög leyfa og að ríkissjóður greiði hafnargerð á Húsavík, lóðaframkvæmdir á Bakka og vegtengingar milli lóðar og hafnar. Á Alþingi í gærkvöldi sagði Steingrímur þessar ívilnanir nauðsynlega forsendu þess að ráðist yrði í framkvæmdir og flokka mætti þetta sem byggðastuðning við nýtt iðnaðarsvæði sem lægi langt frá suðvesturhorninu. Eina sem við viljum þarf að fá að nýta okkar auðlindir, skapa verðmæti, gott fyrir þjóð að mínu mati og ekki veitum nú af á þessum tímum. Þannig að þetta er raun og veru stuðningur til að koma verkefnum á stað. Aftur á móti þegar upp staðið að þá verða nú ekki marga, þá mun ríkissjóður þiggja hér krónur og ég get lofað því að þetta verður góð fjárfesting fyrir ríkissjóð. Og raunar sagði Steingrímur í þinginu í gærkvöldi að vegna aukinna tekna og umsvifa yrði ríkið sennilega búið að fá allt sitt til baka strax í lok byggingartímans.